Það stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn, hvað það ekki, 14. september og ja, Mötley Crüe eru komnir á fónum þennan indislega föstudag, það glampandi sól í höfuborgin allavega, vonandi bara all land, þekkið ekki, en það ég lítið að skoða veður. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beintur fram að mig með Ocean Mountain View, sitja 2 kumpánar, annar heitir Egill Einarsson og hinn heitir Steinþór Róstinn og svo verið velkomin drengir. Já, takk fyrir það. Hvað segi ég? Ekki að nynni það? Jú, við með það, hérna ég, takk fyrir það, takk aðeinslega. Berji mækarbónu. Þú ert þarna villisíkur. Þetta gamla góða trikkið, það berji mækin. Já, það alltaf gott. Þú ekki ákveða að kalla okkur eitthvað skemmtilegt í dag. Kúreka kemur. Hann hættur því. Já, það var einhvers að skamma hann og hann hættur því. Ég var ekki skammaður en svo verði ég líka bara viðurkenna. Ég var hættur að finna eitthvað nýtt sko. Já. Það var meira vesen en ég held að finna þetta. Hvað meinar? Já, en hvernig þið annars drengir? Ég fyllandi góður og fróðandi fýtting. Já, þú náttúrulega líka þungur eftir veðri. Það meina það bara fárlega gott viður og málið það, þetta besta haustöðu sem ég séð í langa tíma. Það gullfallegt viður og ég væri til í viðstu að þetta jafnar út slæmt sumar. Já, sko, ágúst og september hafa bara verið mjög góður. Já, báðu tveir. Það svo leiðis. En Egill, hvernig þú? Ég hef líklega ekki verið betri. Það gott að heyra. Út af því að það 14. september. Já. Og það sunshine. Já, það rétt sem vanalega væri alltaf kafi snjó. Já, nei, kafi snjó eða það? Það er líklega ekki sant. Nei. En ég að horfa á Laugardalsvöll. Það skemmtilega það verið hlustendur, smá myndskreiting, að vöðvingin verður þar á morgun að pakka saman stjörnuröslunu. Annað kvöld. Ég veit það. Sem verður þvílík veisla. Klukkan 19:00, 19:15. Sko, þú ert að fara í Þá ætlum ég að leita á dollu. En þú ert að fara í day of fun á morgun. Það var besta að ræða minn á morgun. En hvað gerur ef að United tapar á morgun og Breiðablik þegar þú ert í day of fun? Það drefum minn bara, það er ekki flókið, sko. Nei, sko, það er ólíklegt. Því að Watford búið að vinna núna 4 leiki í röð, það partí búið og og blikadrenginni mínir búið að taka púlsinn á þeim. Vá, hvað eru miklu lúðar. Þeir eru klárir. Þeir eru klárir lúðar að ræða fótbolta. Hvað, ég var að fara að tala krakkana sem þú átt að keppa í Fortnite. Nei, ég er bara að segja, þú veist, þetta er bara, þú voru áttið á því að þetta eru bara einhverju menn í búningum. Þetta er bara Þetta eru strákar í treyjum. Þetta bikarúslit piece of shit. Það er að fara að grænja. Herra Egill, sérðu öxlina mér hérna. Hún rosalega mjúk að þú vilt leggjast hérna upp á að grænja. Hún ekki vöðamikil. Nei, hún mjög mjúk. Það er hárrétt þér. Það er ekki eitthvað svo ótrúlega vont að. Já, og þú voru að slökka á þessu mikrofónum hérna. Það er svo skrítið hljóðið minni. Já, en það er samt, Nei, þarna ert þú. Já, það er kveikt á svona 18 mikrofónum hér. En málið er Kópfarinn labbaði inn daginn og Kópfar er búin að vera, sko, hafa með rómantískan útastátt fyrir ykkur 40 ára síðan. Hann þekkir útvarp. Hann sagði, svo er great point, að hljóðið í þessu stúdíu er verra enn í gamla út af því að það eru hotninni. Hann betti mér það á ekki að vera hotn inn í útastúdíu en á móti kemur við Ocean View. En hann var að tala þá það sem kemur hér í hotnunum. Nei, hann var að benda í hotnina. Nei, mála, ég sá þetta byrjum hann kom að var að benda hérna í hotninu. Hann sagði því að þetta á ekki að bánsa, þetta á að vera miklu mýkra, þetta á að vera svona basically bara lóðfóðra stúdíu, en þá er ekki með Ocean View, þannig að ég tek slæmt hljóð fyrir View. Við erum með, fanta þáttandekur í dag, kæru hlustendur, og ber þar hæst að við ætlum að henda í nýjan dagskrálið sem að, þetta er kannski ekki dagskrálið, það er full hart að kalla þetta dagskrálið. Akkur ekki. Já, minna, ætlum við að gera þetta á hverjum föstudegi. Þetta getur orðið helviti þreytt á hverjum föstudegi, en það sem við gerðum er að við ákveðum að henda í auglýsingu, svona rauðatorgs auglýsingu, eða svona einkamál auglýsingu. Steinþór, fyrir það sem er að hlusta og veit ekki hvað rauðatorgið er og eru ekki gamalt rusl, hvað er það? Ég meina, allir sem eru fættir eftir 87 veit ekki hvað rauðatorgið og mun ekki hvað það er. Ok, þannig að ég veit hvað rauðatorgið er ég þá gamalt rusl? Já, þú ert eldgamalt rusl, hóstandi riki hérna og ógeðslu. Hvað er rauðatorgið, Steinþór? Sko, málið það. Það er erfitt að útskýra nákvæmlega hvað þetta er, en þetta var, í gamla dag var þetta bara svoleiðis að við getum ímyndað okkur þessi gamaldags Tinder, þetta er það sem graðir kallar hringdu inn og reyndu að selja sig á 1 mínútu. Þetta var ekki bara það, þetta var líka til að fá stefnumót og svona. Ég skrifaði mitt upp þannig eins og ég var að leita stefnumót. Það er þú setur inn auglýsingu af þér, bara ég heiti Steinþór og þetta er basically þetta Tinder fyrir gamalt rusl. Já, bara en af hverju gamalt rusl, var ekki ungt fólk að líka hana? Nei, þú veist, ef þú ert á lausu í dag
þá ferðu mjög líklega á Tinder Twitter eða Facebook já, ég nota samfélagsmiðla það getur ég í dag sko þegar ég var í menntaskóla og var ég til farsímar sko já, en á þessum tíma þá var það svoleiðis að þú hringdi bara eitthvað númer, eitthvað 900 númer og hlusta er bara á lýsingar og þekkir þetta maður ég nota þetta ég og hann Andri Freyr sem var á X-inu hann var alltaf hann dyrkaði þetta og hann pikkaði upp svona og var að spila þetta alltaf í gamla þetta hann sendi mér þetta dag bara, og ég var að hlusta á einhverja perra að vera á hringinu og yfirleitt voru þetta menn sem voru blindfullir þeir voru komnir heim að jamminu, maður heyrði það blindfullir og voru svona að leita konu eina satt sem ég var að hugsa var fólk mikið að hittast eftir þetta var þetta alveg vinsalt að þú hringdir inn í Rauðatorgi og þú bara hætti ok, hann gauður sem ég var til að hitta og fórst á stefnum þú væri kona sem myndir hringja inn og hlusta á þetta var bara blindfullir eitthvað minna það var alltaf gamli garaði kallar það var eitthvað svoleiðis held ég meira þetta var Tinder fyrir 20 árum en málega það, við gerðum það hjá okkur er þetta with a twist ég gerði auglýsingu fyrir þig Egil, þú gerði fyrir Auða og Auði gerði fyrir mig málega er, Auði verður ekki heyrt mína og ég hef ekki, við hefum ekki heyrt neitt af þessu þannig að sko ég ætla bara að segja Auðun, þegar ég gerði mín á hann mér finnst best að ég skildi fá þig og Steindir sagði sérstaklega nei, hann getur ekki gert mig, ég er að gera hann hann vil ekki fá þig nei, ég málega, það sem ég gerði ég hugsaði bara, hvað myndi skila blöð deiti alvöru deiti ég verð ekki að vera clown það verður eitthvað viðbjörn vístast að reyna að vera clown já, þetta verður mjög skemmtilegt og við ætlum að starta einhvers konar kosningu þannig að hlustendur geti kosið bestu auglýsinguna en Sherlock, það er ekki að ringi inn það er ekki að gera það að græða hvernig getur það kosningu þegar fólk getur ekki hringt inn ég skal henda í könnun og Twitter við finnum út í við setjum inn einhverja könnun en hvað er meira við erum líka með kortmyndur frekar svo var það símtal sem ég hringdi Rikka G munið þetta hann sett inn á Instagramin sitt með bílinn sinn ég var búin að stengla einu símtali af því að ég fór í frí manstu við fórum í brúðköpi og Steindi en ég glemdi þá var ég á Richard og Ted hérna ég átti símtal sem að ég hringdi Rikka þegar hann var nýbúin að setja inn myndina og ég er búin að gleyma þessu og fatta þetta bara en daginn þannig að ég ætla að spila það í dag það er mjög skemmtilegt svo erum við með spurningakeppni Gilsarans hvað er í dag? Í dag er King of Being Best Friend Þið eru tveir frábæri vinir Ég hugsaði bara, hver er frábærari? Já, ég skilði þannig að þetta er keppni sem maður vill vinna þú vilt vinna, ég lofa því loksins svo erum við með myndur fyrir cash við erum með sturglaða staðrendir og svo sagðist þú verið með eitthvað nýjan dagskalið þú sagðist alltaf að taka henni síðast ég meina bara helvíti skemmtilegan dagskalið sem ég ætla að fara í hér og eftir svo er ég með augljósa staðrendir þær vera hér á sínum stað búin að fá smá pásu undanfarið og þær hafa aldrei verið augljósari enn í dag þetta er nú bara það þéttu þáttur að ég held að sé bara að gera að fara að byrja þetta Já, takk. Hlustaði nú. Uppáhaldslægið okkar hér í FM 95 Blöð. Þetta er Louis Fonsi, Demi Lovato með Echame la culpa. Er ósækjart að ég byrði þetta lag 3 svar í dag? Kannski aðeins of mikið. Og þetta er geggja sumarlag og það er Sunshine úti. Já, ég skal spila það 2 þú færð það líka á eftir. Hvernig lístur það? Já, 2 saman þetta, það er enda rosalega, þetta er sumarlag. Já, bestu fættir aðeins. En það er enda sumarið búið, en það er Sunshine núna, þannig ég gef leif á þetta, Egil, sem DJ-in okkar hérna. Ertu að kalla það? Ertu að segja núna, í beinni útsendingu, er sumarið bara búið? Já, en samt. Ok, það er heitt úti og morgun er spáð heiðskýrt og okkur 12 gráðum þegar ég verið á Laugardalsvelli. Að nýjustu hitti núna sko. Það er heitt Já, menn, en ef þú ert í sól það skýta við þér sko Fann er þau ekki upp í 16 gráður? Ég veit það ekki Jú, kannski á einhverjum palli og með einhverja geggjað logg skýta við Ég verið því á morgun En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og það er erlend slúður, þú ert ekki með Íslands slúður í dag? Nei, það er erlend og ég er svo spenntur Ég er að vona að segja Kölkin eitthvað með Körtel Röss, Jafnvel Snipes Ég er að vona og færi Körtel Röss lærðu að segja nöfni Kört Rössel Nei, þú sagði Körtel Röss og ert svo heimskur Það sagði Körtel Röss Já, það er það sem hann sagði Hvað er það að segja Kurt Russell? Hvað er að frétta á honum? Það er ekkert að frétta á honum Jú, það er nóg að vera af honum en ég ætla að byrja eins og vera á Justin Bieber Það er verið að tala að Justin Bieber og Hailey Baldwin gætu að hafa gift sig í gær Þau sáust í einhverju dómshúsi og ég summiðlega meina þessu bara gift En er
Hailey Baldwin partur af The Baldwins? Þú ert búin að spyrja mig þess áður, ég sagði já. Þetta er dóttir Stephen Baldwin. Shit, það er rosa sem ég heirt. Ég var stein gleyma þið. Það segir maður sér dóttir Stephen Baldwin. Það er bilun. Ég var búin að segja þér. Ég var stein gleyma þið. Þetta er Frank Alec Baldwin. Mér líður eins og í Groundhog Day með Bill Murray. Við erum að tala þetta er nákvæmlega sama og við vorum að fara yfir fyrir viku. Og hvernig getur Egil verið jafn impressed núna og hann var síðast? Já, Egil. Þetta segja mér á sér dóttir Stephen Baldwin. Nei, sem er bróðir Alec, besti Baldwinin. Og eftir Alec. Já, eftir Alec, já. En samt William Baldwin fannst mér samt sem mjög vel í Sliver. Já, hann var frábær. Hætta að ræða Baldwin bræðina og fara aftur í slúri. Þetta er Biodome. Þetta er Biodome. Var Baldwin í henni? Hann var aðaleikarn í Biodome. Nei, það var Paul Já, og Stephen Baldwin. Nei, Pítur, ég er að fara núna. Biodome er eitt besta mynd sem gerðu verið, sko. Já, rétt. Var það Stephen Baldwin? Því að Stephen Baldwin var í Biodome. Pítur, hann er bara verið svona 19 ára, ég hef ekki fatt það. Má ég útskrifa sem Steinþór? Steinþór er ekkert aðeinslega heimskur. Herru, ég bara vissi ekki að besti Baldwin hafi verið í henni, sko. Hann var svona 17 og hann leki í henni. Hann var í Biodome. Herru, hún fær 2 stjörnur, hún fær 4 á IMDb. Pauly Shore og Stephen Baldwin eru kongarnir í Biodome. Ok, herru, það er frábært, Biodome, æðislega mynd. En sko, haldið að Justin Bieber og Hailey Baldwin sé búin að gifta sig? Og er eitthvað saman? Ég skil Bieber mjög vel. Þegar ég ætti séns að komur inn í The Baldwins, já, þá myndi maður henda sér á það. Þetta grínast með jólabóðið. Það er svakalegt. Stephen Baldwin, Alec Baldwin. Alec, er þetta með kalkunin? Ekkert máli, Stephen. William, Sosan. Já, hvað var hann í? Daniel Baldwin, ok, það er bónusútgáðan. Hann er vesti Baldwin. Stephen Baldwin er rosalegu Baldwin. Mér finnst það eiginlega betur en Alec eftir í komst að hann ekki í Biodome, sko. En máli er að ég held samt að Bieberinn myndi aldrei gifta sig bara í einhverju private. Hann myndi vilja halda, þú veist, Farrell og allir. Það var saman ég hugsaði, myndi ekki halda einhverja stað veislu. Myndi halda einhverja veislu og hann myndi að steggjurinn hans. Hvernig er hann steggjaður? Hvernig steggjaður Justin Bieber? Já, það er rosalega steggjur. Bieber var að keyra sig upp í áliti á mér. Hann kom sér inn í The Baldwins. Ég var búinn að segja þér það, heimska flóm. Þetta er bara bestu fréttir aðeins, sko. Við sögðum þér náttúrulega í síðustu. Já, ég veit en ég er með mjög lágur kendastölu, ég gleymi hlutum, en það flókið það. Já, en málið er það sem ég er að fá mest út úr þessum þætti í dag og mun taka bara með mér heim og inn í lífið er að Stephen Baldwin leikir Biodome. Já, það er rosalega fréttir, ég þakka þér fyrir mér finnst það svakalegt og ég ætla að horfa á hann í kvöld. Kærustu Justin Bieber. Þetta áttu á þessu. Pæli í því maður. Það var Pauly Shore í þetta. Pauly Shore, það er ekkert að breyta í honum. Nei, Bieber get ekki beðið kona. Herru, en að ringja í pappa henn Stephen Baldwin, beðið hann að heyri Pauly Shore og við getum eitthvað kokka upp eitthvað svakalegt dæmi. 100%. Þetta er besta fjölskylda sem getur farið inn í. Hvað græður ef þú ert Justin Bieber, bara einn stærsta póstjarni í heimi, hvað græður á því að fá að ringja í Pauly Shore? En hversu góð leikar var Pauly Shore og akkur hann ekki vinsæll í dag? Góð spurning. Herru, má ég halda fyrir með slúrið? Næst er það Meghan Markle, hertugeinjan. Suits. Já, úr Suits, við fjallað nokkur sem hann hérna. Pappina var ekki boðið. Sem er gift Harry? Já, pappina var ekki boðið í brúðkaupið. Ekki Harry í Ísland sem vinnur á Vodafone, sko. Nei, en málið er að, sko, ég er svo ánægður að núna eigum við okkar svona brúðkaup. Frikki Dór og Lísa. Það var rosalegt. Það var þetta high budget brúðkaup síðan síðan. Það var stærra en þetta brúðkaup. Harry og hún hérna, Michelangela. Frikki Dór er popprins í Ísland. Michelangela. Meghan Markle. Michelangela. Hún þeirra brúðkaup var bara ekki neitt með það. Nei, en sko, það sem er núna hins vegar. Þið voru þar, ég var heima með sofa. Jesus, hvað er erfitt maður. Hérna, hún, ég næði ekki að segja það. Ég bara segja, þið voru þar, ég var ekki þar. Ég komst að Frikka Dóri í brúðkaupsform, sko. Hann var fett piece of shit og hann sagði að Gilsæk, ég var að gifta mig, bjargaði mér. Hafið séð það á þessum myndum? Hann er fárlega sexy á þessum myndum. Akkur bauðan er ekki brúðkaup, segir það? Það er kannski út í að sekka shit, ég veit það ekki. Allavega, við vorum búin að ræða þetta að pappina var ekki bóðið í brúðkaupið munið. Er það að tala Stephen Baldwin núna eða að tala Meghan Markle? Pappi hennar var ekki bóðið í brúðkaupið og svo voru að tala að hann var byrjað að fara með einhverja leiðindasögur í blöðinu og eitthvað og bróðir hennar. Alec Baldwin? Nei, hérna bróðir hennar, Meghan Markle, ekki þykjast að vera heimskur, Steinþór. Sorry, ég bara veit ekki, ég skil ekki neitt þetta. Þú ert nóg að vitlaus fyrir, svo spilir ekki heimskanleika. Ok, ef að allt er í toppstandi sem fjölskyldu, hefur þá ekki bara alltaf
fjölskyldunni bóðið í brúðkaupið? Má ég klára? Nei, geturðu Við erum búin að fjalla það sem þú vorst að tala um. Hvað er að þetta? Það sem er að núna er að það er vist ekki dans á rósum að vera hluta bresku konungsfjölskyldunni því að Meghan Markle, hún hefur ekki lengur samband við vini sinna. Það er ein vinkonina sem hún heyri vist í en hún treystir ekki fólki lengur út af pappa sínum og bróði sínum, þannig að hún þorir ekkert að tala við æsku vinkonu sinnar. Það er í alvegni tala, nú er ég ekki stríku, það er einhver á dælunni af það 100%. Já, en blöð, þetta satt eiginlega segir sig sjálft. Ég ætla ekki að vera the party pooper núna. Nei, hvað? Finnst þér skrítið að hún róteti vinum þá hún er orðin prinsessa? Nei, og sko, hún vill heyra í góðu vinkonu. Rikki G er með allt annað vinahóp núna en við 3 árum. Já, þetta hluta bara dæmi sem er frekar nærtækt en að hóku félagunum. Rikki G er með annan vinahóp fyrir 3 árum. Já, hann er komin í hvítargalla. Nú er hann bara með celebrity friends. Hann er alveg hægt að tala við alla gömlu vinnina sína. En hvað þá þau og prinsessa? Já, ég meina Paris Hilton, hún var bara að henda í tíst á þann og segja sko, hvað var hann aftur að tala um að svona jealousy is a disease. Get well. Þetta er bara ömundsjúkar vinkonur, er það ekki? Nei, hún er að segja sjálf að hana langar að hitta vinkonu sína. En hún má það ekki. Hún má það ekki. Já, svo geta það verið. Drollan við vesen. Þetta er að skrifast á drollinu. Samt skrítu og með ekki vera á samskiptamiðlum. Hörðu út honum prinsessa og voru að dílita Twitter, Instagram og Facebook. Það var með weird. Hún þarf að vera meira eins og Díana. Akkur má hún ekki vera fucking samskiptamilum? Herru, ísmið það lengur. Voðalega er þetta hjartans mál. Það þarf að vera eins og Díana prinsessa. Ég er prinsessa, ég þarf að hætta öllu sem er skemmtilegt að vera á. Já, er það eitthvað hjartans mál fyrir? Svo er að loka slúðrið og já, það er af Quentin Tarantino. Hann er að taka upp nýja bíómynd núna og er komið leyfi frá Playboy Mansion að hann fær að halda fyrsta partíð í The Playboy Mansion eftir að Hugh Hefner, kvatti. Ekki svo veist það er döður? Hugh Hefner, jú. Hvernig dó hann? Það er langt síðan. Hvað? Er ekki lagið með það? Það er bestu fætti sem ég fengið held ég. Vissu ekki að hann var í fæðin? Ég segi nú ekki að þessu vestu frétti sem ég fengið en þú veist, mér er svona eiginlega slett saman með þessu en ég bara veist það ekki. Já, hann er farinn og já, Quentin Tarantino mun halda fyrsta partíið eftir að Hugh Hefner dó og það mun heita Once Upon a Time Party. Wow. Þannig að hann ætlar að svona bring back the Playboy Mansion. En hver er að hósta partíu eða Hugh Hefner Ég var að segja það, Quentin Tarantino. En hver sér svona utanumhaldið? Mjög líklega Brad Pitt og Cabrión, þeir verða mættir þarna. Já, hver sér, það er örugglega bara þeir sem eiga Playboy Mansion. Hann er að halda þetta í þema í myndinni. Myndin gerist á, þetta tengist allt myndin held ég. Það er hálfrétt hér. Sko, málið er það sem er að koma í ljósina úr þessu slúðri er kannski aðalega það að Bieber hann er í betri málum en Suits-stelpan sko. Hann giftist inn í The Baldwins en hún giftist inn í eitthvað viðbjóð, heyrðis mér. Þetta var slúður dagsins, við þakkum kærlega fyrir okkur og við skuldum auglýsingar og svo er það, nei, ég ætla bara að taka ykkur af. Svo er það Rauðatorgs auglýsingarnar okkar. Er þú dreifbýlistúta sem stundar nám í Reykjavík eða miðbæjarotta í námi út á landi og langar að kíkja oftar í kaffi til mömmu og pappa? Er Iceland Connect og FM 957 vilja koma þér heim? Við ætlum að gefa nokkrum heppnum hlustendum FM 957 pakka frá Air Iceland Connect. Ferðafélagar er ný og hagkvæm leið til að ferðast fyrir fólk á aldrum 12 til 25 ára og verður félagi þinn í vetur. Kíktu á Instagram síðu FM 957 og heppnin gæti verið með þér. FM 95 Blö á FM 957 í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Byrjaðu daginn með Fréttablaðinu. Þú sækir appið frítt í App Store eða Google Play og nýtur þess að lesa blaðið þegar þér hentar. Fréttablaðið, góð byrjun á deginu. Einfaldaðu lífið og leigðu bíl frá Avis. Dundur tilboð í vetrarleigu frá aðeins 39.900. Kynntu þér málið á avis.is. Avis. Við gerum betur. Hugsaðu heilsuna og byrjaðu daginn með Óta sólkrem. Þægindi, gæði og ending saminast í faglega hönnuðum útivistarpoka frá Thule. Eigum glæsilegt úrval bakpoka fyrir útivistarfólk. Margt og mikið, Holtasmára 1. Riðlakeppnin í meistaradeild Evrópu fer af stað á þriðjudag og við verðum með hvorki meira nema en 10 leiki í beinni. Þessi bestu knattspyrnulið Evrópu keppa eftir sótasta bikar álfunnar. Ekki missa besta sjónvarpi í heimi á Stöð 2 Sport. Fylgstu með öllum leikjunum í meistaradeildamessunni með Gunnar Ben. Stöð 2 Sport. Besta sett. Lotto, leikurinn okkar.
Ert þú með sokka í áskrift? Kannaðu málið inn á smartsocks.is. Nerrir, draupnir, fjarkur, jötun. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is. Fallegu vöndu barnaföt á stráka og stelpur frá 0 til 12 ára. Pólarinn og Pírett, Kringlunni. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. Smára Tívolí fyrir öll afmæli. Haltu afmælisveisluna og skemmtunina hjá okkur. Smára Tívolí og Pepsi Max. Nú eru frábær tilboð á verkfærum og vinnufötum, 20-50% afsláttur. Bíkó. Hér eru bitastæð tíðindi. Cookies á nýjum og sjóðheitum matseðli Dominos. Dásamlegar súkkulaði smákökur, stökkar að utan, mjúkar að innan. Bættu þeim við næst. Í alvöru. Dominos. Orkudrykkur sem brennir fitu. Sold. It's Ripper time. Orkudrykkur sem brennir fitu. Sold. It's Ripper time. Peppaðu upp í All Legendary hnetusmjörsborgara með gulldufti á toppnum. Herra hnetusmjör. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna. Já, ég veit. Back to School, Smirnoff Party á American Bar, föstudagskvöldið 14. september. Framkoma Blast Rocka og Clubbed Up. American Bar, Austurstræti. Fólksliftur, vöruliftur og hjólastólaliftur fyrir allar aðstæður. Sjálfvirkar hurðapumpur á frábæru verði. Framúrskarandi fyrirtæki 2017. Rými.is. Keiluhöllin Egilshöll kynnir happy hour á sínum staðum helgina frá 9 til 11. Föstudags og laugardagskvöld. Eins og alltaf, 2 fyrir 1 af öllu á barnu. Já, ég sagði öllu á barnu. Hægt að byrja gott kvöld á betri staðinn í Keiluhöllin Egilshöll? Það held ég ekki. Sjáumst! Riðlakeppnin í meistaradeild Evrópu fer af stað á þriðjudag og við verðum ekki meira minna en 10 leiki í beinni. Summersby á tilboði alla helgina. Eftirsóttasta bikar Langarlíf í salat. Ekki missa besta summarsí í heimi á Stöð 2 Sport. Salat hefur aldrei verið Öllum leikjunum í meistaradeildamessunni með I fight the world, I fight you, I fight myself. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Það styttist hér í nýja keppni sem er svona, Tinder okkar tíma. Já, þetta er engamálskeppnin. Þetta er svona gamla Rauðatorgið, þetta er engamálskeppnin okkar. Hver er með bestu engamála auglýsinguna? Lesna. Svo eru líka með síntal á Rikka G sem að tekið eftir hann hendin einni mynd á Instagram sem glemdist að spila hér daginn en fyrst ætlum við hins vegar í kortnum hunduru frekar. Það er svoleiðis. Já, eru þið tilbúinir í það? Við erum klárir, já. Hver sér það? Ég? Já. Það eru 3 spurningar eins og alltaf, þetta er ekki flókið og ég ætla að byrja hér á kortmynduðið frekar. Aldrei mega fara aftur inn í bíl eða aldrei fá að nota síma aftur. Sko ok, þú máttir ekki einu sinni panta leigubíl. Þú mátt bara ekki fara inn í bíl aftur. Það er svoleiðis, en hvernig ætlar þú það bara Strætó er bíl, það farið ekki. Ok, þú mætti fara á Vespu eða mótuhjóli. Það meina að segja mér eitt púp. Ég ætla að fara með ég var ekki bara að hugsa mér svona rosalega. Ef ég ætla bara að Keflavíkurflugvöll og var ellendis, þarf ég að jogga með ferðartöskuna? Nei, þú varst að hjóla. Með ferðartöskuna? Hvernig? Ég meina, þú getur líka að láta einhvern keyra með hana fyrir þig. Og hvað var hinn varmöðuleikin aftur? Aldrei fara í síma aftur. Nú ertu komin í Nú er Dóran eins og steindi sko, með 2 valmöguleika sem er ekki hægt sko. Nei, þetta er vesen, málega er að það er ógeðslega þreytt að fara kannski bara með fjölskylduninni til útlanda. Þú þarft að vakna og fer ekki eins og að sofa. Þú leggur bara staðum kvöldið, bara þú ert að labba alla nóttina. Að hjóla. Já, hvað ertu lengi að hjóla til Keflavíkur? Það er okkur smá tíma. Þetta er sko, maður kom eitt punkt. Er þetta ekki þannig að þú verður að mega fara inn í bílinn á svona faradagi, þannig að er þetta ekki alltaf sleppi símanum? Sko, má ég vera með fartölu? Sko, í dag ég er bara skoðun daginn, ég fæ að meðaltali 1 til 2 símtöl á viku og það er að tala frá sunn alveg bara í sjö bara það er aldrei hringt í mig lengur. Ég talaði alla vini mína og fjölskyldumeðlimi yfirleitt á Facebook chatinu. Þannig að það hringir enginn í mig lengur. Þannig að málega ég velti fyrir mér get ég ekki bara með fartölvuna
og það sími minn, ég nota bara að opna og fyrir á chatið og... Já, en þú getur náttúrulega ekki verið með hana í bílnum og annað, þú getur ekki farið inn á Instagram og getur ekki farið inn á neitt í símanniðnum, en jú, ég held að velja allir að sleppa það bara síma. Getur ekki verið Wi-Fi í bílnum, en ég er með svona 3G kupp einhvern veginn í... Jú, þú getur kannski fundið út úr þessu. En ég minna, þú veist, færðu bara ég fæ svona 15 símtöl á dag. Það hringir enginn í mig, sko. Ég er alltaf í síman. Það hringir enginn í mig. En mér finnst miklu verra að vera með 10 chatglugga opna frekar en að hringja. Allir mínir sem ég tala við, allir félagar, chatið. Þegar símir hringir þá bregður mér. Það gerir það sjálf. Það hringir enginn í mig. Ef ég fæ í alvörunni, ef ég fæ ómikið í chatgluggan, þá tek ég upp síminn og hringi og segi bara, herru gamli, hvað ætlar að vera röflað þetta? Það er þetta enginn sem að hringi meira en Steindi. Steindi hringir í bílnum sínum, þú veist ég búin að tala með hann allan daginn af því hún leiðist í bílnum. Ég nenni ekki að vera að skrifa, þú veist hvað, ég lengi að skrifa inn í símann. Akkur hringir ekki mig? Ég skal hringi hvernig sem er. Þú hringir aldrei í mig. Þú vilt ekki símtöl. Ég hatar þetta símtöl. Ég hata ekkert með í heiminum með símtöl, sko. Það er kannski ástæðan fyrir að það líka í þessi fáu skipt sem ég nenn að svara þá er alltaf, Egill Elíasson já, ég hringir nefnir tryggingastöðnin og bjóða glæni í tryggingar. Nei, ég er góður með Mike félag mér að sér það alltaf vera að tróða ykkur ef ég svari síman, alltaf að tróða ykkur upp á mig. Ok, þannig að þið takkir báðir að sleppa síma. Það er eins og létt. Ok, hvort myndið frekar vilja vera besti píanóleikar Íslands eða besti pílari Íslands? Hvað, bara pílukastari? Já. Já, því meina þú veist, það er gaman í pílukasti. Það er gaman að vera fullur í pílukasti. Hreinskilin. Já, Íslands. Já, Íslands. Besti píónleikur í Íslands sucks og besti pílugæði í Íslands sucks. Þannig að við erum á heimsmælikvarða erum við ömulegir en við erum bestur í Íslandi. Og hvað græði á því? Ég held að besti píónuleikari landsins, hann sökkar ekki. Nei, hann er potið geggjaður. Hann er potið geggjaður, veist hvað það er ekkert meira bólinn í heiminum en að geta gripið í flíl. Eða þú ert í partí og getur nærðið ykkur kassagítar sem vantar 3 strengja og getur rettað þér í gegnum ykkur nokkuð grip. Það er öllum saman það. En að geta gripið í flíl, bara Jamie Foxx-style, það er rosalega. Þú getur þú actually spilað á hljómborður út að gigga í ef þú væri það góður. Ég spurði pappa Sveppa og getið spila hljómborðið ekki. Pappa Sveppa veit ekki neitt sko. Spurði pappa Sveppa og getið spila hljómborðið ekki. Pappa Sveppa var svo eini á allri eiginu sem held að þú væri að spila á hljómborðið. Það er heimskur. Sko, málega það, strákar, nú er ég bara að segja ykkur alveg satt. Það meikar engan sens að vera besti pílari landsins. Nei. Ég meina, hvað græður á því? Hann ennir ekki að píla við, þetta er góða punktur. Ég meina, það er gaman í pílu, þú veist. Hann ennir ekki að spila við hann sem er bestur. Ef þú er bestur í heimi í pílu, þá ertu kongur. Þú veist, ég nenni ekki með Sverri Bergmann í karaoke, sko. Nei, sko, bestur í heimi í pílu, þá ertu bara meiri stórstjarnan en besti fótboltamaður í heimi, nánast. Það er vinsælt, erlendis. Pílan? Já, hann er rosastór í Englandi, sko. En málið er að hvernig þú borgar rafmagnsendingi með að vera góður á píanó, Stenþór? Ég get lofað því að við gætum unnið landsliði í pílu Við höfum ekki ennþá keppt við landsliði í keilu, sko. Síðast þegar við rifum kjaft þá ætlum við að keila við keilulandsliðið. Við erum ekki ennbúnir að því. Og við mættum ekki. Það er miklu auðmingar. Nei, ok, við getum potið, þeir voru búin að lofa Steindi, þú getur ekki til pílu. Nei, og ekki til keilu. Ég fýtti, hérna auði, taktu nú upp hanskan, ég fýtti í pílu. Ég á mín rönn. Allt í lagi, já. Og ég held við getum með smá forgjöf rústað hérna landsliðin í pílu og sérstaklega í keilu, það verður ekkert mál. En hvort ætlaði að taka? Píluna eða píanóið? Píanóið, alltaf píanóið. Sko, ég kann á píanó. Og ég ætla að velja píluna. Þetta er að mínu eitt mest sexy sport sem þú finnur. Það er bara þannig, þá er það síðasta kortmyndið frekar þiggja 10 milljarða en þeir mætti aldrei fá það aftur eða bara sleppa þeim. Basically myndið þiggja 10 milljarða fyrir að fá það aldrei aftur. Já, ég meina það er mjög gott að fá það sko. Já, svæsandi. Já, það er allir svona. Takk fyrir þetta sem þú beðið alla sem að kæra börnin núna sinnilega afsökunar. Ég meina það er allir sammáluð það sem er að keyra þetta. Mamma, hvað þið eru gott að fá það? Nú er það spurning að koma í bílum sko. Ég ætla að vona að mamma henni fengi það þegar þú fættist. Það er ekkert víst. Óþarfi líka. Það er líka bara alls ekkert víst. Nei, mér finnst það mjög ólíklegt. Mamma átti mig, ég var getinn á þjóðhátíð sko. Já, þá, já. Það kemur engum á óvart. Hún var langt frá því þá. Það var í ágúst og ég kom í mæ. En strákar, burt sér frá þessu. Ég er þjóðhátíðabarn. 10 milljarðar, sagði það? Já. Milljarðar? Já. Dollara eða íslenska krónur? Þetta er miklu erfið en þú sko. Er það íslenska krónur? Akkur þetta er verið fyrir mig en þig? Ég bara þetta er erfið ákvörðun fyrir þig. Já, hvað, er þetta svona létt ákvörðun fyrir þig? Vil þú ekki bara svara fyrstur það? Hvort tekur þau? Sko, ég meina, hverjum er að missa af technically ef ég vel kassið?
Við förum að sé við það. Já, þú getur sett strá í nefa og herra 16 sinum og verið sáttur, sko. Já, þetta er besta hugmynd sem ég hef fengið, sko. Já, ég meina sem þú hefur fengið, hann fekk alveg villisíkur. Já, þú þetta er góða mútur. Ok, nærrið ekki ekki að. Já, ég meina Ok, ég ætla bara að spyrja ykkur og svarið já eða nei. Egil, tekur þú kassið? Við erum ekki að fara neitt meira út í þetta. Tekur þú kassið eða ekki? 10 milljarða. En ég með langar að grislinga mig aftur. Það er alveg hægt. Það er þá að nei, það er náttúrulega ekki hægt. Já, ég hef ekki hafa það hægt samt. Nei, þú setur í, þú vart bara að setja í dollu. Það þá að fara í svona tækni. Nú, ég sá fyrir mér að það væri bara engin tilfinning. Nei, bara að fara í tækni frá þá. Það er þannig. En má ég, eða Steinþór stundar samlíf án hámarks? Já, það má. Sold. $10 milljónir á vöðvingjan? Sko í kjölfar þess að við uppgötum þetta með nerran, sko, og ég vil að byrja ykkur að kýtla okkur á meðan, þá held ég að ég takja auðvun líka. Þið takkið báðu 10 milljarða. Minnir að þetta sé Eurovision lag. Þetta er, já, Elini Foureira með Fuego, sem þýðir eldur fyrir ykkur sem að kunnið ekki spænsku. Það ég voni ég sé ekki að skýta á mig. Ég held að þetta sé potið eldur Fuego. En það er hins vegar komin tími á símtal sem ég tók upp fyrir nokkru vikum síðan, en Steinn gleymdi að spila því að við fórum að skemmta hann í brúðkaupi og þannig að við Steindi vorum í fríi hér fyrir 2 vikum síðan og mundi svo allt í hérna ég átti þetta símtal. Þannig mál með vexti að Rikki G, hann keypti sér bílundaginn, svaðalegan bimma, og sett á Instagram mynda sér með bílnum þar sem hann skrifar: mann þegar að pappi sagði við mig árið 2002 að ég var ekki típan í eignast BMF, hér er ég á planinu á honum í dag eftir kaupin. Og mér fannst þetta eitthvað skemmtilegt og brunaði niður í vinnu og hringdi Rikka. Þannig reyndi búið að klippa símtalið hans til því að þetta voru 10 mínútur og Rikki fattar alveg ég sé að tala við hann svona aðeins seinna, fattar hann að það sé verið að taka þetta upp. En ég ætla að spila hérna fyrir ykkur svona stutt símtal sem að ég átti í Rikka að ræða þennan Instagram post hans. Þannig að við skulum bara tjekka á sig það. Þetta hérna við niður og svo ítum við að playa hérna. Hérna. Já. Rikki. Yes. Hvað segirðu kannlega? Ég er ágættu bara. Ekki? Jú. Hvað er það brasa? Ég er bara heima. Já. Ég sá að setja þér mynd á Instaðan. Rétt. Nýja bílnum. Hvernig finnst það kakinn? Finnst það rosa flottur. Herðu, það er eitt sem ég er að spyrja þig. Já. Þú segir hérna mann þegar að pappi sagði við mig árið 2002 að ég var ekki típan í eignast BMF. Hér er ég á planinu hjá honum í dag eftir kaupin. Já. Hvað hérna, var pappiðin að segja við 2002 að þú var ekki BMF típa? Veitti. Þetta er grín á Instagram, sko, þú veist, ég ætlaði bara að reyna á hendin, sko. En hvernig verður, hvað, þetta var akkurat 2002 ekki, hvað verður til þess að pappiðin segja við, herru, Riki, þú ert ekki BMF típa? Herru, þú lítur að fatta að þetta hefur verið grín. Nei, grín, hvernig þá? Hann sagði þetta aldrei, ég bara sagði þetta svona í gríni. Sagði hann þetta í gríni við þig að þú var ekki típan til að spila vat? Nei, ég var að segja þetta í djóki Instagram, þú ert ekki svona fattlust, ert ekki að vinna í gríni sjálfur eða? Er ég ekki að vinna í gríni? Þannig að þegar þú segir hérna, mann þegar pappi sagði með árið 2002 og ég var ekki típan í eignast BMF, þá, hann sagði þetta aldrei við þig? Veitir, þú veist alveg verið að grína, sko. En hvernig, hvað var gríni? Ég bara setti eitthvað texta í gríni bara með pappa, þetta var aldrei, hvað er ekki lægi með þig? Mér finnst það bara svo skrítið texti. Skrítið, já, þetta átti bara að djók, mér finnst líka mjög margt skrítið sem þú gerir í FM 95 Blöð. Já, það er alveg rétt, sko. Herra, ok, nú veit ég að taka þetta upp í FM 95 Blöð. Já, ég ætlaði ekki að fara lengt með það, þú ert ekki beinni, ég náttúrulega bara hérna niður vinnu. En hvernig gerðist þetta? Veitu, ég er búin að útskýra þetta fyrir þér. Ok, nú ætlum ég ekki að vera leiðilegur. Nú ætlum ég að fá þetta alveg á hreint. Já. Af því að þú veist, ég dyrkaði og nýja bílinn, hann er geggjaður, til hamingju með hann.
Takk. Og myndina er við hliðina bílum, óslaflót og bara lukkar hérna í hvítum skóm og bara lukkar $1 million með nýja bimmaninu. Komdur á efninu. Frábært. Ok, þegar þú ákveður að setja inn postin á Instagram á hann þannig að þá ertu að setja í gríni maður þegar pappi sagði við mig árið 2002 ég var ekki típan í eignast BMW, hér er ég á planinu hjá hann í dag eftir kaupin, það var djók. Yes, Sherlock. Ok, en má ég spyrja það innu bara svona í lokin? Já. En sagði hann einhvern tímann við þú var ekki einhver típa, skilur, sagði hann einhvern tímann við þú ert ekki Ralph Lauren típan þannig að þú myndi ekki eignast svona ból eða ertu að pakka honum gjössalega saman, ertu komin að bimma í Ralph Lauren föt og eitthvað en hann hélt þú var ekki típan og hann dagskrárstjóri á FM og bara syndir í seðlum. Bye bye. Bjóst hann ekki við hann er típa. Nutt, vax, fótsnirting og margt fleira opið til 9 á virkum dögum og 7 helgar 101 Spa, Laugavegi 71. Það sést hverju borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Sumir orkudrykkir gera ekkert nema hressa mann aðeins við. Þessi gerir það og brennir fyrir leið. It's Ripper time. Morgunmál, millimál, eftirréttir. Það sama hvað, Óta sólgrinn á alltaf vel við. Gakktu á gæðum. Parkett og golf, Ármúla 32. Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar. Það kostar ekkert að kanna þinn rétt. Hafðu samband. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Keiluhöllin Egilshöll kynnir happy hour á sínum staðum helgina frá 9 til 11, föstudags og laugardagskvöld. Eins og alltaf, 2 fyrir 1 af öllu á barnu. Já, ég sagði öllu á barnu. Er hægt að byrja gott kvöld á betri staðinn í Keiluhöllin Egilshöll? Það held ég ekki. Sjáumst! Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. Summersby á tilboði alla helgina. Petersen. Enska úrvalsdeildin snýr aftur á laugardag eftir landsleikjahlé og við byrjum á sannkölluðum stórleik. Hver annar? Þetta er svo einfaldur þennan gæja og þetta var ég að tala. Tottenham, Liverpool, klukkan 11:20. Stöð 2 Sport, besta sætið. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, bílsöða 12. Þetta eru Clean Bandit og Demi Lovato hér í FM 95 blöð með lagið Solo. En það hins vegar núna komin tími á dagskrárlið sem við kynntum hér í byrjun þáttar og heitir, hvort heitir þetta? Getur náttúrulega ekki að heita Engamál því það er annað dagskrárlið. Þetta heitir Rauðatorgi. Þetta heitir Engamálkeppnin. Já, sko málega, þetta heitir Engamálkeppnin út af því að hlustendur voru sáðfrumur þegar að Rauðatorgi var til. Já, ok. Þetta er Engamálkeppnin og sko, það sem við ætlum að gera og það er ræð. Það sem við ætlum að gera í þessu ískalla rippar basically við ákvaðum að gera fyrir hvern annan. Þannig að ég er að gera auglýsingu fyrir Egil. En ennum að segja hlustundum út af því máli er út af því ég var lagamaður og hlustum ekki útvarpið þá hugsa ég alltaf um svona keppnir ok, þeir eru allir inn á net, þeir veit þetta allt saman. Við erum ekki búin að heyra það. Máli er, svo hlustundur skilja þetta ég hef ekki heyrt það sem Poop og Stoney eru búin að gera. Nei. Og þið hefði ekki eitthvað sem ég gerði þannig við veitum ekki raskat og þjóðin ræður hver vann. Ég syns að sko það er ekki búið að opna fyrir síman þetta þannig að við ætlum að setja bara könnun á Twitter leið og þetta er búið þannig að það er kýst fólk. Ég er basically núna leið og síðasta auglýsingin fer í loftið þá opna ég ætla að henda á Twitter hérna og ég ætla að taka ykkur í hérna post þetta er könnun og við keyrum í retweet strax þannig að þeir geti annarkvort farið inn á mína síðu eða auðvitað eða íls þeir geti farið á allar þessar 3 síður og þar verður könnunin og hægt er að kjósa og við ætlum að sjá þar og það kemur í ljós. Ég var alveg 1 punktur um mér Vanalega hlustundur hringt inn og þetta verið upp í 5 en núna er þetta komið þessi könnunir á Twitter þessi kannski 500 mannskir að fara að kjósa það er tölvöld áræðilegri könnunir en 5 fyllibittur sem ná inn sko. Það er 100% og ég veit ekki hversu mikið maður bæta við þetta ég er bara ekki byrja ekki byrja á mér og Öddi er með auðlýsinguna mína.
Ok, herru, þá skalum við bara byrja á minni. Mér er alveg sem mútið byrja á minni. Ég var að segja væntanlega Steinda, ertu hlustaðu og þarf að skamma mig sann sko. Og heyri bara ekkert. En ég ætla að beða hlustendur að hlusta mjög vel, taka alla 3 inn og fara svo inn á Twitter og kjósa bestu auglýsinguna og já, við ætlum að spila fyrstu, það er Öddi og hún er mig því miður. Svona væri auglýsinginans Steinda á Rauða torginu þegar maður væri að setja inn í dag. Við skulum bara hlusta á hana. Hæ. Ok, maður fór vitlaus inn. Maður sjá, þetta tæknin aðeins að stríða okkur hérna en ég skal finna, maður sjá, hvað er bíl? Þetta allt í rugli. Rólu, bara andað með nefinu. Já, þetta að því að stóð blöð og held ég að það var í mig. Já, skeitt. Það er þig. Ok, hérna þetta. Herðu, maður sjá, maður fyrir hérna. Ok, hér kemur auglýsingin ef að Steindi væri að setja á Rauða torgi. Tekum á sem. Hæ. Ég er pínu stressaður því ég hef aldrei sett inn auglýsingu einn áður. En annars er ég bara þrýstinn flottur strákur á fertugsaldri að leita mér að lífförunaut. Eftir 17 ára af ísköldum Salem í Hörðum hef ég verið reyklaus í 8 mánuði. Drykkjan hefur kannski verið vesen í gegnum tíðina, en hún verður ekki vesen hjá okkur. Ég hrýt á við svín í slátrun, en er opinn fyrir að kaupa súrefniskút og grímu fyrir þá einu réttu þarna úti. Ég hef gaman að því að spila Fortnite og aðra tölvuleiki við unga krakka út í heimi og vinna oftast. Hehehe. Ég kann ekki að elda, en ég bæti það upp á öðrum sviðum, ef þú veist hvað ég meina. Nei, ég segi svona. Annars er ég bara geðveitt fínn gaur, sem er geggjaður í sleik og spyr bara eina spurningu í lokin. Er ekki djamm í kvöld og djamm á morgun? Hehehehe. Gaf ég kannski upp og mikið núna? Ég sé þau undir trénu, sæta. Nú er ég hættur. Kveðja, Pulli. Þarna. Pulli? Pulli, hann mátti ekki gefa upp Steindi. Já, vissi að það var hann. Veistu að þetta er... Já, góða punktur. Ég því miður fattaði það ekki. Nei, ég sagði ekki, Egill í minni, sko. Nei, þú gafst aldrei upp. Já, ég reyndar myndist á blöð í minni. Hversu, ok, þannig að þetta átti ég að vera að selja mig svona. Sko, málega er, ef ég sé að spila Fortnite við einhverja krakk út í heimi. Ef ég væri hrifin af gæjum, þá hefði þessi auglýsing selt mig á Steinfjörn. Það er það ekki. Og það var hreinskilin og svona, það var velgert. Já, á ég að vera næstur það? Við skulum enda bara þinni. Við höfum ekki fara Gilsan bara næst. Gilsan næstur? Já. Ég ekki að vera undan. Nei, það skiptir engum máli. Hún er tilbúin í þetta. Ég nenni ekki að vera ég er á nógu miklu meðröðleikum með þetta. Eru þið ready? Hér var kennið sem sagt, þetta er þá ég. Já, þetta er auglýsing blöð. Já. Egill gerði fyrir mig eins og ég... Það var að hækka því það þarf að fá tónlistin í erum. Já, ég hækka þetta. Herru, hér kemur auglýsingi sem Egill gerði og er víst um mig. Tjekkum á þessu. Hæ, ég skaf. Aftur mistök. Þú ert retarded á græjónum. Spilaðu bara auglýsing á Steindi og enda á vöðingjónum. Þetta er ekki flókið, sko. Halló. Ok, þá tökum við bara... Ok, er þetta auglýsingi mínu meil? Já. Ok. Tjekkum á þessum. Ég er mjög peppaður. Já, og kemur auglýsingin hans Steinda um Egill. Og byrjuðu þetta. Hæ, ég skafinn og vel blítsaður ungur kallmaður í leita geggjaðir í gellu. Smáum sjálfa mig. Fyrir utan það að geta rifið símaskrá í tvent og kunna að telja upp á 14, þá er ég einnig rithöfundur og fyrrum hljómborðsleikari Mercedes Club. Áhugamáli mín eru biffin, flöskuborð, kynlíf, flöskuborð, Sylvester Stallone, flöskuborð og gellur. Ég er að leita geggjaðir gellu sem er til í allt nema spjalla, mér leiðist það. Ef þú hefur áhuga á vöðvingjanum, já, ég sagði vöðvingjanum, en það er það sem ég kalla mig. Hentu á mig línu á steroids.yahoo. En mundu, þú þarft að vera geggju gella og dýrka flöskuborð. Já, ég þekki líka meistara sem er að selja Cincino-drykki. Þú fær þá ekki út í búð. Selt man to man. Þú getur stórgrætt á því. Svo þarftu bara að finna ykkur til að selja sjálf til þinna vina og peningur tikka rattinn. Þetta er eldið sniður svona píramídadæmi. Ég lofa. Hei, svo þekki ég líka Basehunter og er með hann í símaskráni. Hann er snillingur. Þetta
Þetta var auglýsingin hans, já, Egils sem að Hún var búinn. Nei, það var aðeins meir eftir, vitlýsingur. Þú náður að koma að slæst á lónin, Jónasi. Ég ekki leittir ykkur spjalli. Nei, það er bara geggja auglýsing. Ég meina, þú veist þetta. Ég er nokkuð veist sem ég er highly successful, þannig. Ég get lofa að þú verður ekki highly successful. Já, ég finna að þú veist, það myndi alveg vera eitthvað, hann var eitthvað skoðaður. Já, hann var eitthvað tjekkar. Þá er einu auglýsing eftir og það er auglýsingin mín sem ég kvíð mest. Blöð. Já, það verður ekki kvíðaninu, bara þú ættir að finna þessu, þetta er síðasta sem er eftir. Já, þetta verður aftur sín á, ég lofa, hvað er með þetta? Þetta verður einhver viðbjór en tjekkum á þessum. Já, innmitt. Nei, sko, hefðu, þannig er ekki að skýta. Það vantar auglýsingarnas Egils og ég er ekki að ljúga ykkur. Sko, þá drep ég ykkar, sko. Þetta var besta ég get svo svarið að það vantar hann. Ok, prófa að finna eitthvað annað sem er seifað undir eitthvað öðru nafni eða eitthvað. Já, finnur þetta alveg. Sko, ég er ekki að djóka ykkur, hann er að skýta hann ekki. Nei, þetta var kirkjan. Já, það eru bara 3 ár hérna. Opnaði Vegas voruð þetta og spilaði þetta úr því. Sko, þetta er, við setjum keppnir á hold, við hringjum með Rikka núna, græjum þetta. Ég set á laga með hann, Rikki skeit og við þurfum að hringja hann. Herru, það er allt vittlust við erum að reyna að finna auglýsingun, hann er þetta blöð engamál, þarna ferði inn, þarna ætti þetta að vera en málið er að Rikki setti 2 sama, það er skítan þannig að við getum ekki spilað Egils strax og ég kannski ágætt fyrir mig en við þurfum að bíða með það á meðan að vera að græja þetta því miður Egil brjálaður hérna segir að það hefði verið besta auglýsing allra tíma. Ég er eiginlega bara hálf fegin hún kom ekki strax. Þannig að við þurfum að bíða aðeins með könnuna og Egil, við þurfum eiginlega bara að fara þá í Nei, við þurfum að setja spurningakeppnin á meðan. Núna? Já, við þurfum að halda áfram með þáttinn en að vera að græja þetta vitlýsingurinn. Ég lofa að þú ferð að spila auglýsinguna hérna. Já, ég er bara að ringja í eitthvað. Hversu heimskur er hann? Já, daskustjóri, sko. Þetta var smáleði. Ekki helgastafmaður, sko. Daskustjóri. Herri, veitu hvað við gerum svo þar? Við basically við spilum allar 3 ára aftur og lok þáttar og höldum hérna við erum að halda fólki á tánum. Já, hvað við skulum ég búið að ringja Rikka að segja missed call ringjum allir í hann að sjá svona 6 missed call frá öllum. Ég er búin að ringja hann 2 í paniki. Vel gert. En ég ætla að byggja allar hlustendum að ringja Rikka. Nei, ekki gefa upp númerið hans, það er ljótt. En ertu tilbúin með spurningakeppni í staðin fyrir okkur, Gilsari? Þó er ekki að fengja auglýsinguna hérna. Hann að segja hérna penn og blað. Þetta er ekki auglýsingin mín, þetta er auglýsingin þín, sko. Já, ég veit það. Ég var að gera þig greiða, sko. Nei, ég trúi að það svo var ekki. Ég pínu þín og fór ekki inn. Já, hún fer inn. Sko, vanalega fæ ég, sko, vanalega er þannig, þú segir mig, kæri vöðvingi, það eru svona 2 lög í spurningakeppnina. Ég geti undirbúið mig. Já. Engin undirbúið ykkur núna. Allt þegar við lendum, það er búið að vera kræsið. Nú er ég í paniki, þetta er allt óraðað og ég þarf að taka random spurningar. Já, það verður bara að verða heimiður. Hvað er að gerast þetta? Ég er með svona streituverk í kveðnum. Takk þessu svo maður. Lífsjulegin í próf. Já. Má sjá, ok, ég þarf að græða þetta bara. Það var hvað? King of best friend. Já, king of being best friend. Hver er betri vinur? Já. Blondell eða Stoney? Ok. Ég held ég taki þetta í dag. Já, þetta er eina af fáið sem ég vil vinna. Ég vil vinna þessu. Segjuru vinuðinum ef hann er klæddur eins og trúður? Já, ég hef svo oft sagt að við steinda til dæmis. Er það að tala um það bara, þú veist, heyrðu, djúl eftir aðstæðanlegum Það leiður hann jammið og þú sér bara, hörðu, þetta er eitthvað skrítið átvitt svo því. Ég ætla að kommenta það. Í staðið fyrir bara svona, hörðu, já, ég myndi gera það. En það er bara svo erfitt í dag. En það er særandi. Einhver myndi, þetta er mjög særandi. En það er bara svo erfitt. Hann kannski finnst þú bara geggjaður. Já, það er bara svo erfitt í dag því að þú veist, tískan er svo stór og mikil, það er ekki takt að, þú veist. Guð minn góður, Steinþór. Hvað heldur þú er tískan svo stór og mikil? Dreftu mig. Eins og ég og Öddi, við erum svart og hvítt í hvernig við klæðum okkur. Þetta er rosa erfitt fyrir Steinda í dag að segja þetta því að tískan er svo stór og mikil. En já, ég myndi láta vinn minn þetta. Þetta er báðið mjög sexy, sant? Já, ég meina, þú veist, en við klæðum okkur allt öðru sig. En við myndum alveg geta sagt af ykkur annan. Þannig að við fáum báðir. Þetta er punktur að báða. Hefur þú gefið viniðunum ískaldan bjór?
Já. Gerir það þegar King of Friends. Það er punktur á báða þarna. Það er 2-2. Hefur þú lánað besta viniðinum sem er í vesenni markmann? Er það svona smokk þá eða? Ég held ekki. Ég held ég bara aldrei lenti því að sé ykkur í vesenni með. Það verður aldrei einhver komið að mér, blessaði maður, hérna þú voru að lána með smokk sko. Nei. Ég er að ykkur tóma upp. Þú hefur verið með marga af þínu vinir sem svona, þú hefur einhvern veginn tróðið sér upp á þig. Já, ég var einhvern veginn að hugsa það sko. Hefur aldrei mennsvest banka upp eða markmann núna? Nei, Svessi fyrir aldrei bankað upp eða mér og sagt, herðu, markmann núna. Málið er að Svessi er geturlös, hann þarf ekki þannig. Hefur það aldrei gerst? Nei, ég er, sko, mér langar í punkt, en ég hef aldrei fengið þessa spurningu. Ef þú fengið hann ekkert? Nei, ég hef aldrei fengið hana. Það er engin punktur. Hefur þú þrifið upp eftir að vinur þinn hefur regurgitated? Það er allt af það. Ég hef gert það, ég hef þurft að þrýfa eftir félag í partí sko. Já, ég lendi til Já. Ég get með þess að toppa, ég þurft að hjálpa leigubílstjóra eins og að þrýfa ælu úr leigubíl eftir að félagið minn ældi hann. Hvað var það? Blackout Curse? Nei, á sakki. Shit, ég og vin sem eru skemmt öðrum en það er nú annars það. Ég hefði tippað á Blackout Curse þar. Blackout Curse hefði verið líklegur á það. Já, Digital Curse, hann er maður sem ælir í leigubíla. Sko, 3-3, þetta er mjög spennandi. Hefur þú splæst að vinnin ferð til Benidorm? Eins og þú hefur gert. Já, það er punktur á mig. Þannig að þú fengið punkt. Nei, það var ég sem splæst á hann. Nú, var það þannig? Já, nei, ég hef aldrei. Ég var nanosekundur frá að drepast og heilánabólgu og blöðlapaði tíma og sagði, Gilsari, ég býði til Benidorm. Bestu fréttir aðeins minna? Nei, ég sagði að þú mætti velja það og þú valdi Benidorm með þessu ykkurinn. Já, bestu fréttir aðeins minna. Næstu nýbúin að drepast og fæk sem bestu fréttir aðeins minna strax í framhaldi. Það var ammælisgjöf. Það er mjög merkilegt að velja Benidorm eða mátti velja, en jú, nei, ég fekk ekki punkt. Ok, sko, það er 4-3 fyrir Blondell. Hefur japlað besta vinnin? Hvað er þetta að tala um það? Já, bara þetta er, þú þarft ekki að spyrja þetta er ekki punktur á hvorki minn ég Steinda. Ég skil ekki spurningu. Leð Steindur að svara fyrir sig. Ég er ekki alveg að ná spurningu. Jú, okkur ekki fara að láta hann útskýra þetta. Þú hefur ekki japlað besta vinnin. Þetta tala um græna namni? Nei, bara hefur verið með vinninum, hefur verið að horfa á Die Hard. Já, og annar er búið með Já, þú veist að það er búið að poppa, menn er í gýr og síðan keiri í gott jafn. Þetta tala um annar er búið með nammi sitt og það er líkuð grænt nammi pókið. Bara, þú veist, þetta er mjög einhver spurning, sko. Þú veit ekki að þetta brálaður það. Það er 4-3 fyrir blöð. Þegar kærasta vina þíns hefur spurt þig hvar hann sé, passar þú alltaf að segja að þú hafur ekki hugmynd það? Alltaf, en það hefur komið fyrir vissulega, ég verið að viðurkenna það. Já, ég er nú bara einu sinni lent í að fá svona símtal og þá og þá honestly því miður þá vissi ég ekki neitt minna mann sko. En hann er edrú í dag, hann var fyllibitta og hann átti til að taka túra sko. Ég fengi símtal bara, ef þessi ringið þá var ég hann svo bara svo bara ringið síminn, það var hræðilegt. Já, ég skil. Nei, en það var ekki þannig í þessu liti, þetta var basically bara, þetta var maður sem tók túra. Já, en bara svo að sé ekki miskilningu okkar, þá var hann ekki með annari kona, hann var fullur og átti ekki að vera fullur. Herru, ok. Hefur kokkblokkavinnin? Nei, óvart eða ekki óvart, ekki svo ég viti, ég meina, kannski, en þú veist aldrei svona, stendur ekki lagi með þig, það er hræðilegt ef þú gerir það viljandi, sko. Já, sumir að gera það viljandi. Já, ég er að reyna að hugsa eitthvað moment, bara svona, ég verð að fara heim eitthvað, please maður, ég er á sens hérna, kottu nú, nei, ég held bara ekki, nei, ég hef ekki heldur. Það er ekkert svona sem ekki viljandi allavega, það er kannski fróvart. Sko, það er ein spurning eftir og það er 5-3 fyrir The Pooh, sko, þannig að þetta er eiginlega búið, sko. Hvað var síðastan? Ég get kannski klóraði baka. Ég verið lappað inn á vinin í risting, sko, það var eitthvað ólíklu punktur einhvern veginn á menn. Í risting? Já, lappað inn á okkur svona, veistu, sko, ég hugsaði að ég var búið til Blöð bjó með Menswest, til dæmis, bara í 2 ára, hann sagði Menswest, bara búið á mér, þeir bjuggu saman. En ég get lofaði því að Svessi þannig típa, hann myndi sko ekki bara læsa, hann myndi setja hengilás á herbyggisett ef hann væri að fara í þetta sko. Þannig að það voru enga líkur ég var að fara að lappin á hann. Það er engin sem passa betur upp á svona hluti heldur Sverrir Bergman. Þannig að þetta er punktur á góran og hvað er það, bara í King of Friends? Já, þú pakkar þú saman. Það er æðislegt. Ég elska áttu lífinu en þú varst þessi Benidorm spurning fór með mig alveg.
To you, hér í FM 95 blöð. Já, svona, það er allt í rugli hérna. En það er hins vegar komin tími á virtasta dagskrárlið FM 95 blöð frá upphafi og það eru sturlar staðreyndir. Það er svoleiðis. Já, og þær eru með þess að þær eru ferskar í dag. Ég er mjög ánægð með þær. Þannig er eitthvað horsemanure? Já, það er einn sem er kjaftaði. Eins og alltaf núna því að þið skömmum með það mikið daginn þegar að vantaði, þannig ég ákvað að hafa það með. Eru þið tilbúinir keppendur? Og þá kemur hér fyrsta. Konur verða þynnri en karlmenn eftir skrall, eða sem sagt glíma við meiri þyngu heldur en karlmenn. Ok, veitu, það er eitthvað mest að kjafta þessu efni sko. Já, þannig að þú ert að segja basically, ég held bara að byrja það betur. Bara ef við förum tímast eftir það, 5 gaurar, 5 konur. Já. Þær verða þynnri. Já, en ég held bara að við karlmenn, við bara vælum miklu meira í því. Þetta er horsemanure, ég get sagt strax þetta er horsemanure. Nei, ég get bara sagt þér það núna, það er það ekki. Sko, því meiri vöðvamassi því verri þynga. Því meira þurrkastu upp í líkamannum. Þannig að það er ekkert sem make a sense við þessa sko ég get þess að sagt þér að það var Ívar Guðmunds sem kom með þessa störtluðu starrend og sagði mér hana, þannig að þú ert að segja þá hann sé legari. Ég elski Ívar Guðmunds út af lífinu sko, hann getur mistökus allir aðrir sko. En byrju, er þessi síða sem þú ert að skoða, er hún ekki áræðileg? Já, sko Ívar kom með þessa og þú sagði að fekk þetta af síðu og hann vildi minna þetta vera satt. Þetta er mjög vöðvamiklar konur. Ef það drekka sama magna þá ég held bara að við vælum miklu meira þunnur heldur en þær. Ég hef aldrei hitt konu sem er vælandi yfir konu þunn. Ég hef hitt alla karlmenn sem gera það. Það var aldrei hitt kona mína. Nei, ég sé hann að þunna. Það er vissin á henni. Ok, þetta er ekki horsemanure, þá bara verð ég að halda fram. Já, Ævar Gudmund sem kom með þessa. Já, mann ekki ekki verið. En má ég að spyrja þig, hefur þú oft heyrt hvern mann væla yfir konu þunn? Nei, ekki heldur. Hefur oft heyrt karlmann væla yfir? Já, rosalega mikið. Já, það er bara að bera það betur. Þannig held ég að menn, sko, út af því að því meiri vöðvamassi, út af því kallmennir eru svona yfirleitt meiri vöðvamassa en konur. Fyrir utan að mátti bera saman kannski Rikka og Katrín Tönju og Animist, skilur sem eru töluvert massaðar en Richard og sterkari og í betra standi. Ég var til að sjá að berjan eftir þess að skýta þetta með auðlýsingun á hann. Sko, ef við finnum ykkur auðlýsingar þá læti ég Rikka en allavega ég ætla ekki að vera þetta er Ævar Gudmundsson sko. Já, þá er næsta karlkyns maríubjöllur geta stunda kynlíf í alltaf 4 klukkutíma án þess að átta sig á því að kvenkyns maríubjallan er látin. Það er, betur hvað er það að segja okkur? Er það að segja okkur að maríubjöllu séu náriðlega? Það er það sem þú ert að segja. Það var að segja ekki viljandi, en það er fattað ekki. Þetta er ógæslegt. Það fattaði ekki. Það fattaði ekki, ég meni það er ekki að leika sér að þessu. Þú veist, come on, þetta eru 2 pöddur. Við hverju búist við? Þegar við að fara fram á það, þetta sé allt í tipp-topp að það hjá þeim. Það getur bara ekki verið. Pöddur eru ekki mjög gáðar sko. Þetta eru 2 pöddur. Ég meina mest merkilegt að ná að finna út í hvernig það er að gera það. Já, líka merkilegt hvernig að stúdira þetta. Að fylgjast með þessu svona og vita bara hún er ekki að fatta að hinn er látin. Pöddur sérfræðingar það sjá það. Það kemur ekkert óvart, ég myndi sjá okkur að maríubjöllu vera að hampast á kóngulú. Hún veit bara ekki neitt. Sko, við höfum aldrei búið þetta til, en það er 100% rétt, þannig að það er ennþá mennt eftir að heyra the horsemanure. Já, ég er sammála. Þvottabirnir þvo sér ekki. Þeir eru samt yfirleitt skemma hvítir sko og svartir með hlæðum. Þeir þvo sér ekki. Menna þeir væri þá skíturi. Þú veist, ég hef aldrei séð skítu á þvottabirn. Hefur þú séð marga þvottabirni? Nei, byrju, ég er að ruglast á pandabirni. Þvottabirn. Þetta er ekki að panda. Og þú veit að þeir náttúrulega eru bara síslast í ruslatunum allan daginn. Raccoons. Einmitt. Þetta gæti alveg verið. Það þrífast aldrei. Nei, þvo sér ekki sjálfur. Það þá bara einhver að baða, það er einhver að taka kólbát og baða á þvottabirnin. Já, málið það, þvottabirnir eru það er fárlegt að mig ekki eiga þvottabirn sem gældir. Þetta eru geggjudýr. Myndur við eiga þvottabirn? Já, ég verið þvílíkt til í það. En fyrir utan alltaf, ég myndi það er ekkert spennandi við eiga þvottabirn. Það er mest óspennandi í Íslandi. Málega, Íslandi eru geggjaðir. Þú er mikið að horfa LOL-ketti á netinu, fara á YouTube og hendu þér í nokkuð vídeó með þvottabirnum. Þú vilt eiga þvottabirn, það er 100%. Þetta er náttúrulega klárlega ekki horsemanure því að þeir eru ógeðslegir sko. Þá er það næsta 85% fólks hefur átt draum svo raunverulegan að það veit ekki hvort það hefur verið að dreyma eða ekki. Og það veit ekki ennþá bara eftir á sko. Ég hef upplifað þetta, mér dreymdi sem ég hef unnið í lottóið því ég var yngri og ég basically labbaði fram og var bara mamma og pappi,
Hvað ég var að gera við allan peningin? Ég er ekki að vera í skólan og ég held bara að væri bara svona life changing amount. Ég held að væri bara búið að breyta öllu. Hvað er það gamall? Ég hef verið, þú veist, ég veit ekki 13-14 eða eitthvað. No, bara úlingur. Já, bara úlingur. Mér finnst þetta bara það raunverulegur draumur. Ég bara held þetta væri bara, þetta var bara svona Europort eða Vikingalotto. Og fekk skellin. Já, ég kom bara fram og ég held bara að væri, þú veist, ég vissi ekki eins og hvað. Ég væri bara að fara einhvers og gera eitthvað, það væri bara geggjað og þvílít glaður. Það var mamma bara að smyrja nesti og missa ösku á brauðið. Ég vil þetta rang svona þegar ég vakna og veist, ég er búin að vera að dreyma þessi að djama með Matthew McConaughey og Tom Cruise og eitthvað, þá yfirleitt fatta ég þegar ég vakna að þetta var horse manure sko. En ég aldrei vakna og hugsa, hörðu, var þetta að gerast eða var ég með Matthew McConaughey? Segðu mér alveg Segðu mér alveg satt núna. Hefur þið dreymt að setja að djama með Matthew McConaughey? Ég er að segja þér alveg satt. Er þetta að meina það? Ég sverða það. Og hvað var það að gera? Málega, það er ekkert leðilega við hlustundur hlusta hvað menn er að dreyma, það er hundleðilegt. En til dæmis bara í gerkvöldi dreymdi með að Jay Cutler var búin að missa alla vöðumassin hann var svona húðhangandi og vöðumassin var allir farin á hann. Við minn góður, herru þurfum bara í næstu. Og hérna ég var að spjalla við hann og það er Mr. Olympia dettin og grunar það sé ástæðan þetta dettin hjá Gilsson núna því Jay Cutler er leiðilegstu draumur sem ég heyrstu. Það sé ég að segja. Það þyrfti að taka þið fyrir í einhverjum svona félagsvæði kúr sko. Það var næsta. Greina því aðeins. Það tekur heila 90 sekundur að áttaði hvort þú fílir einstakling sem þú vorst að hitta í fyrsta sinn. Það tekur 2 sekundur. Það tekur bara 2. Þetta er eitthvað mest af horse manure sem ég segi að þetta sé horse manure 90 sekundur, hversu heimsko þetta vera? Býtu, ertu að segja mig það að þú gefir fólki 2 sekundur? Nei, blöð. Sem ég vil sagði mig eins og ég heiti King sem ég vil self-made millionaire and entrepreneur. Já, hann fættist með vondspjöld. Hræðileg spjöld. Það var enginn á Íslandi fæst með verri spjöld en King sem ég vil, enginn. Og hann sagði mig, Egil, tiltu þér hana. Og ég bara, ok, tiltu mér. You're never gonna get a second chance of first impression. Sagði mig. Já, það er ekki hans lína bara svo og first impression eru á bílu 2-5 sekundur ekki 90 sekundur Blondell. Þú veist að maður lesið þetta bara á strætóskil þetta er bara ekki þekkt frasalína. Hann bjóð þetta til. Hann bjóð þetta ekki til. Simmi á þessa setningu það segja það. Heldur hann eigi hann í alvöru? Hann bjóð þetta til, það sagði mér þetta. Nei. Það var síðasta, fólk sem notar mikið af emojis er graðara en þau sem notar lítið. Ég elska emojis. Já, ok, þá var þetta ekki horse manure, það er nokkuð ljóst. Eða þú veit hvað er skemmtilega Katie góðan emoji. Hvernig færðu tengingun á því að vera nota emoji kalla við Grettu? Já, ég har aldrei fengið skilabóð frá Steinþór á þess að sé góður emoji með sko. Sem að bakkar þetta upp líka. Eina sem að hræðin er þessa stjórnlega staðrind er að það er enginn sem ég þekki sem nota meira við emoji-körlum en pappi minn, en ég held það sé meira bara því hann er taktlaus fyrir en hann er ekki bara nokkuð sexually active með aldur og Jó. Æ, hann kann líka ekki að nota emoji-kalla, hann sendir alltaf kolvitlaus að kalla sko. Pappiðin er algjör glömkósi sko. En þá spyr ég, hvert af þessu var kjaftaði? Sko 90 sekundunar sko þetta kjafta þessu að hefinn heyrt. Hvað segir þú? Ég sko 90 sekundur, ég ætla að segja emoji-kallanir, ég næ ekki alveg utan það. Það er mjög gaman að segja frá því að ég bjóð til með þvottabirnina, þeir þvó sér alveg sjálfur. Þannig að þú veist það auðvitað, þú verður að fara að finna nýja síðu. Emoji-kallanir og Grettan, þetta helst ekki hendur. Erðu, Google it, það stóð allavega á síðunni. Við skuldum Google it. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Tropical er góður, en strawberry lime er fáránlega góður. It's Ripper time. Leiðist þér? Netspjallið okkar er opið til klukkan 8 alla virka daga inn á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Nærandi jógatímar, mömmujóga, meðgöngujóga, jóga í heitum sal, karlajóga og jóga nýdra. Dans og jóga, Hjartastöðin, Skútuvogi 13A. Kíktu á Dans og jóga. Hvað ert þú til í að borga fyrir bifreiðaskoðun? Kannski ekki meira en þú þarft. Þetta gruna okkur. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Vissið þú að við birtum þína útvarpsauglýsingu samtímis á FM 957, X-inu 977 og FMX Classic. Þannig samkeyrir þú þína auglýsingu á 3 útvarpsstöðvum.
og nærðum leið yfirburðar hlustun í ungum og fjölmennum markhópum. Hvar er þín auglýsing að birtast? Skemmtigarðurinn auglýsir. Ertu búinn að skipuleggja hvataferðina ykkar í haust? Skemmtigarðurinn er með fjöldategund af hvataferðum fyrir þinn hóp. Kíktu á skemmtigarður.is og skoðaðu málið. Skemmtigarður.is, 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 skemmtigarður.is. Enski boltinn helgina. Sjáðu hvaða leikir eru og hvenar á Facebook síðun okkar. Keiluhöllin Sportbar, heimavöllur enska boltans á Íslandi. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við erum eftir að gera við Apple-tölvur og veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkenndur þjónustuaðili Apple. E-kort. Frábært kort til að versla með á netinu. E-kort. Þú getur lesið blað dagsins í Fréttablaðs appinu. Fréttablaðið, góð byrjun á deginum. Mér langar í hambúrgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er föstudagur og já, ég föstudagur sunshine. Það er sunshine, ég funkar eftir veðri, hef alltaf sagt það er ágætt, það eru ykkur 5 gráður, það er gluggaveður en ég er í góðan gýr. Já, það er sveimaður, erum við ekki allir hér bara í fanta gýr? Ég held að við getum ekki verið betri. Klukkan er 5:30 og við ætlum að hjóla í keppnina okkar umrættu hér í lokþáttar aftur og já, þetta er allt saman að skýrast með týndu auglýsinguna einn Egill, þannig að þú getur andað rólega. Já, ég menna að það er reddast vonandi. Hann tók skýrkast hérna á hann Egill, en hann er að róast. Já, sterakastið er dulbúið sem skýrkast. Já. Það er svolítið skemmtilegt. Ég kallaði skýrhaus. Það er gaman að því. En það er hins vegar komið að augljósum staðrendum hér í FM 95 Blö. Enn og aftur fáum við ekkert heads up maður. Þú ert svolítið svona í því að koma okkur á óvart. Já, þið ættu nú bara að vita hvað er næst. Það var búið að segja þér það. Já, það er svoleiðis. Já, og ég er með góða fréttinandar. Já. Ég er með Mr. Selfridge-bettan. Heyrðu, maður heyra hann. Hvaða veistlaði það fyrir þig? Heyrðu, veistu hvað? Ég er í stuði og ég var að spá. Nennur að koma opinn með mér inn í þetta? Já, ég byrjar að gera það alltaf. Er það ekki? Jú, ég er nánast orðin bara aðtáðandi. Og málega það, ég er nefnilega með 2 þetta sem ég veit myndi dyrka. Ok. Og ég man bara þegar ég skrifaði þér í dag, ég hugsaði vá hvað hann eftir að hafa gaman að henni. Ok, ég til í þetta. Þannig að það maður að hafa því í huga sko. Já, er þetta 5 eða? Þetta eru 5 og það er engin spurning í dag. Nei, það er fínt. Eigum að henda bettanum minn? Já, ertu tilbúin? Ég er klár og prófa hann þetta. Mr. Selfridge-bettin í glæniðu stúdíói hér fyrsta skipti. Heyrðu, byrjunin? Ég hef aldrei heyrt byrjunina. Rosa píanó á nýja maður. Heyrðu þetta? Býtu, er þetta nýr betti eða? Já, nei, hann fekk bara eitthvað auka píanó. Þessi er rosalegur. Egil, erst þú hrifin að þessu? Er þetta ekki bara sama séttu alltaf? Jó, með heyrist það reyndar. En Egil, nei, hérna úti, nennur að hafa vel hátt í þessu dag. Hann er bara í botni. Ég er í hættilegum gýr, ég er í stemningu. Hann er í botni. Hann er í botni. Ok, þá ætla ég að byrja að augljósa staðreyndir. Þær eru 5 og þær eru mjög augljósar í dag. Og já, ég ætla að hefja fyrsta augljósa staðreind dagsins. Hún hljóma svona og heiti haltu þið fast. Ég er tilbúin. Erstu tilbúin? Já. Bip, 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 bip. Tígrisdýr fara aldrei á 13. brennur. Stutt og góð. Já, þessi var alveg. Það var stutt og góð. Ég meina, ok, í fyrsta lagi þá eru tígrisdýr ólögleg á Íslandi. Já, þannig að eru bara 13. brennur á Íslandi. Ég meina, já, og ég meina tígrisdýr, þau fíla ekki læti. Ég hugsaði hvaða dýr væri í vesinni á 13. brennu. Það er alls konar jólasveinar, grílur, leppalúði, eldur, flugeldasýningar. Tígrisdýr á ekki heima. Nei, þessi var bara möglu hög. Þetta er augljós staðreind og hún er sönn. Ekkert mál. Ég er gaman að koma með þannig. Já. Þá er komið að annari augljósi staðreind dagsins og hún hljóma svona og er mjög skemmtileg. Hún er jafn stutt. Útigrill eru ekki með tímaskinn. Það styrir hún ekki góð. Ég sá það á þér. Nei, ég horfði á þér, þið fannst það ekki góð. Hvað meinar það? Ég er bara náðan ekki alveg. Útigrill er ekki með tímaskinn. Ég meina, maður þarf að standa yfir grillinu. Maður þarf að fylgjast með steikinu. Það læt, sko, útigrill lætu ekki vita þegar þetta er klárt. Slepp maður.
Þessi alveg rosalega slöpp. Það? Finnst hún leiðið? Já, mér fannst hún sinnum. Þá ég vondum álum, mér fannst hún eina betri í dag. Ok. En meina, hvað meinur þú hlýtur að skilja hana? Já, í næginni núna. Ég meina, ef þú myndir setja, segjum og setir eitthvað ógeðslega gott lambakjöt á grillið, býðu við bernes og eftir með kartöflugrátin inn í ofni. Já, ég nægi þess alveg, sko. Já, en grillið segir ekki, Öddi, kjötið er tilbúið. Ok. Veistu hvað ég við? Já, hvað er með næstu? Útigrill er ekki með tímaskinn. Rétt. Og næsta. Ok, ertu tilbúin? Já, vonandi er hún betri. Ok. Þriðja augljósa staðurinn dagsins og hún hljóma svona og haltu þið fast, hún er góð þessi. Fólk sem hefur mist báða lappirnar getur ekki keppt í kickboxi. Þessi lítur að vera fín. Já, þessi er betri en útigrillið alltaf. It's funny because it's true. Já, það getur keppt samt í boxi. Já, ég sá daginn fótalaus mann keppi í bóksi. Já. Það ekkert að því, en það þú er ekkert góður í bóksi. Það kýla í hnén á okkurum. Það ekkert að fara að valda miklu skaða. Það getur ekki keppt í kickboxi. Nei, ég meina hvernig þetta að sparka. Nákvæmlega. Það ekki hægt. Nei. Þá komið að 4. augljósu staðurinn dagsins og ég hef mjög gaman af þessari og hún hljómar svona. Tilbúin? Já. Snoop Doggy Dogg. Já. Veistu hvað ég ætla að segja? Er ekki alveg hundur. Snoop Doggy Dogg er ekki alvöru hundur. Hann er bara rappari. Já. Og hann er sko eins langt frá því að vera hundur og hægt er það sem að hann er bara 50 maður í dag. Hann er ekki hundur. Nei. Fannst þú nú leiðilega þessi? Nei, mér finnst það alltaf leiðilega. Þú er ekki sátt með mig. Þessi var geggjuð. Mér finnst þessi og kickboxi mjög góð. Snoop Doggy Dogg er ekki hundur. Það er alveg hárrétt hjá þér sem þú rappari. Þú ert að fá backup á það. Já, ég fíla það. Heyrðu, þá komið að 5. augljósi staðurinn dagsins og hún er rosalega augljós og ég hef svolítið gaman að henni, sérstaklega því að þú varst að tala um pílukasti. Ok. Hún hljóma svona. Hækkaðu aðeins í selfrýtt núna. Þessi er svolítið góð sko. Tilbúin. 5. hljóma svona. Það hefur engin mörgæs í heiminum orðið heimsmeistari í pílukasti. Þetta er fyrsta sinn sem ég tók óþægindarsleif. Nei, það myndi ekki drífa á spjaldi sko. Hvernig getur það eru mjög aumar sko. Hefur þú séð mörgæs henda pílu 20 metra? Aldrei séð. Það er ekki að fara að gerast. Þessi var mjög augljós og góð því að þetta voru augljósa staðreyndir. Hér eftir smá stund öllu var að klára einkabal keppninu okkar. Þið varst útigrill ekki gott. Hún var hræðileg. Nú er það bara á hreinskilni stendi. Hún var hræðileg. En þið fannst það tígristýri á brennunni gott. Æðislega. Það var margt gott þarna. Já, flott. You know I've given this everything, baby, honestly. Einn þegar ég vakna og annar eftir hádegi til að halda brennslunni gangandi allan daginn. It's Ripper time. Back to School Smirnoff Party á American Bar föstudagskvöldið 14. september. Framkoma Blast Rocka og Club Dub. American Bar, Austurstræti. Hei þú! Já, ég að tala við þig. Kveikt viðvörunarljós í mælaborðinu? Kíktu til okkar og við lesum að bílnum fyrir þig. Bifreið.is, Hjallarhraun í 4. Faktura býður upp á snögga og ódýra fjármögnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þú einfaldlega fær tilboð í reikningana þína og þarft ekki að bíða eftir greiðslum. Ef þú samþykkir tilboð okkar, farðu peningana innan sólarhrings. Kynntu nútíma fjármögnun á faktura.is. Summersby á tilboði alla helgina. Petersen. Enski boltinn helgina. Sjáðu hvaða leikir eru og hvenar á Facebook síðun okkar. Keiluhöllin Sportbar, heimavöllur enska boltans á Íslandi. Féð streymir í réttinnar og í pottinn sem stefnir í 53 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Allt fyrir dýrin. Dýraland Kringlunni, Mjódd og Spöng. Opnir tímar til að komast í enn betra form. Zumba, jóga styrkur og Strong by Zumba. Dans og jóga, hjartastöðin, Skútuvogi 13A. Kíktu á dansogyoga.com. Komdu á Lokal og fáðu þér fyrsta flokks salat.
Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Harriðt að Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kella fyrir það. Talandum, Keiluhöllina, það er svaðalegi leikir helgina. Það er Liverpool Tottenham í hádeginu á morgun, örugglega nokkri sem er að fara að horfa á það. Svo er United Watford daginn og svo bikarúrslita leikurinn. Þannig að Breiðablik Stjarnan. Já. Hversu skemmtilegu dagur er á morgun? Er þetta grínast eða? Þetta er það sem þú kallaði Day of Fun. Day of Fun. Já. Dagskráin byrjar með 11:15. Byrjar og allar að taka bara fyrsta leik. Máli, ég er svo lítið barn að býja til jólunum. Ég er það spenntur á morgundeginum. Ég hef vorið var við það hjá þér í dag. Þú ert að vera mjög spenntur. Ég er ópeppaður. Já, hvaða leik ertu spenntastu fyrir? Er það United eða er það bikarúrslitaleikurinn? Ég er spenntur fyrir að geta lift dollu, sko. Já, þetta er erfitt fyrir mig því ég kann bæði vel við Blika og Stjörnumenn, þannig að ég er eiginlega bara hlutur. Já, þú ert ekki lengur í Garðabæ. Nei, en ég hérna, er þetta Pepsi-deildin eða? Nei, þetta er bara bikarúrslitaleikur. Bikarinn shithead. Já, þannig að þeir eru svona heimskur á það. Hvernig er staðan í Pepsi? Pepsi, það eru valstarðar. Það er skalopið en því miður líklega ástu þannig feyrir. En mínir menn Fjölnismenn, þeir ekki, þeir eru í vesinni. Þetta er ekki með afturöldingu? Nei, já, sko, afturöldingu er náttúrulega að spila í 100-deild, sko. Ég auðvitað er í afturöldinsmaður, þeir eru drullast upp í Pepsi, þeir eru í 3-deild. En í Pepsi-deildin er í Fjölnismaður. Já, ok. Þeir eru ekki að vel eitthvað dóllin, orðað þannig. Gæti þurft að finna nýtt lið þegar þeir eru í vesinni, en kannski bergaðsins. En það er eins og að komið að, hvað er ekki, myndur fyrir cash? Hvor ykkar fekk það í dag? Vöðingin tók. Eru þið bara að byrja að kalla hann vöðingin? Fólk kalla með það. Já, ok. Skal gefa það í dag? Sko, ég er með 3 hérna sem ég smíðaði svona á hlaupum. Það er engin trailer eða þannig, bara áfram gakk einhvern veginn. Já, það er svolítið áfram gakk. Jæja. Láttu það gáka þess. Kóta með þér. Ok, þetta er byrjað. Já. Myndið þú taka hristingslaus 10 ár fyrir 5 milljónir total? Þetta heldur áfram á hágæða standard hérna. Þetta er rosalega standard, sko. Hvað var það mörg ár? 10 ár. Já, nei takk. Hvað segir þau? 5? Jú, eða hvað? 10 ár. Já. Það er 5 kúlur. Jú, ég veit það ekki. Já, þetta er rosa langur tími. Já. 10 ár? Já. Þetta er vestin út á lausu og svona. Þetta hafa allir gott af 5 milljónum. Þetta er rosalega upphæð, en 10 ár, ég er ekkert vissum að meðaljónandi bæ myndi taka þessu. Nei, þetta er ég veit það ekki. Þetta er ekkert geggja tilbúðanlega, sko. Ég held ég sé off, sko. Já, menna þú getur stund á samlíf. Já, það er ekkert vesinn, sko. Þetta er bara þarna svona þessi quality time einhvern veginn með sjálfur eitthvað. Einn einhvern veginn bara á sunnudegi. Það veit allir hvað þetta er. Nei, ég ætla að segja nei. Þið fórst við því ekki. Já. Nei. Já, við segjum það nokkuð? Nei. Ánættilega gefið að steindi með tendinu. Já, ég veit. Það er nei á. Mér finnst bara svo ógíslegt að tala um þetta. Nei á hana. Hvað er þetta ekki bara auðvitað hlutur í heimið? Myndið þú borða neglurnar á Rikka G, táneglunar semst, þegar hann klippir þar og setur það í svona hrúu á 8 vikna fresti fyrir 4 milljónir í árslaun? Hvað, þú ert að gera grína mér daginn, hvað ég var í með aðstæðlega spurningar. Hvoruður ekki að getur séðu minna lið, það er bara þannig. Sko, útskriða á 8 vikna fresti. Já. Þetta er basically, þú ert að býða 2 mánuði, tekur þetta? Þetta býða 2 mánuði og þetta er bara að þú tekur sér neglur 6 á ári, í bara einu hrúu og þú gleipir þetta í einu, bara það vasklas, gleipir þetta búið. Já, ég ætla ekki að bara tyggja þetta með sósu, sko. Og þetta eru 4 kúlur á ári. Málið það, þetta er... Þú gleipir einu sem að 2 mánuða fresti. Þetta er ekki mikil vinna. Eina ég held nefnilega, sko, málið að táneglurnar að Rikka, þær eru mjög stórar og það skera. Ég er að spáð, þú getur, þetta er eins og að fá kjúklingabeini eða þú getur vantarlega að fengja innvortisblæðingar. Þó þetta væri ekki bara Rikki, það er skama hverju þetta er, ég myndi ekki gera það. Nei, ég meina, innvortisblæðingar, þú sko, hafið séð stóra óklifta tánögla á stórutáni? Já, það er hræðilegt. Já, ég myndi að þannig, eftir 2 mánuði, hann bara satt í 2 mánuði. Ég myndi ekki gleypa mínar á 8 vikna fresti fyrir hennar penning. Þó að sé bara minn líkami. En það er ég með ógeðslega tær. Þetta er nei hjá mér. Skrýtnar tær, blöð. Já. Ég bara gæti þetta ekki. Ekki heldur, þetta er nei. En sko, algengasta, ég var að googla um daginn, algengasta fettisið er semst táarfettis.
Já, það ekki tánegluna sko. Þú veist ekki að klippa þær á og borða mjög hrifið af tám. Já, sko, þú eru að googla táfettis þá það ekki fólk sem að klippa neglur, setja því hrú og geta það 8 vegna fresti sko. Nei, þá það svona sleikjatær. Það já. Og þið farið það félagarnir að? Mér finnst að ég hef ekki skilið það sko. Nei, ég engin tásukall sko. Kannski líka bara því ég svo feiminu mína eigin tær. Af hverju það svona weird? Ég veit það ekki, tærnar á mér eru svona eins og ég hef alltaf verið í oflitlum skóm sem krakki. Ég sko maður næst minnsta táin. Stóra táin mín fyrir undir allar hinnar. En það er líka á króknum sko. Það er ekkert með krókin að gera. Jó, þú hefur verið í einhverju gömlu skómanna. Málega er að næst minnsta táin er stærri en stóra táin, eða ekki? Nei, stærsta táin hjá mér er stærri en stóra táin. Já, en er ekki þriðja táin í miðjunni, miðjutásin? Hún er bara eðlilega. Nei, hún er stærri en stóra táin. Nei. Ok, en af hverju blöð, útskrifu fyrir mig ok, af hverju er næst minnsta táin stærri en stóra táin? Næst stærsta. Ok, fyrir útskrifu fyrir mig. Hvernig meikar það sens? Hvernig getur það gerst? Ég veit ekki, ég er bara með skrýtna tær. Já, málega er að minnsta táin. Hún er samt stærri en miðjutáin. Nei, hún er alltaf. Það er þetta móðið það? Þetta er yndislegur húmor hjá okkur, vil ekki koma með 3. og síðustu. Myndur þú gleypa fyrsta hvers mánaðar í hverjum sérst einasta mánuði, alltaf fyrsta hvers mánaðar, 3 centimetra rassahárkúlu af Hjörvar Hafliða sinni fyrir 300.000 krónur á mánuði. Sko, nei, ég feskur. Áður í því þú færði ekki að þú stjórnar ekki aftur. Þetta er 1 vasklas gleipið þetta. Mér finnst hárkúlan skárra negluna sko. Í alveg? Já. Þetta er 300 mánuði fyrir 1 svop á kingja. Og hvernig 3 centimetra hárkúla? Já, þetta er frekar lítil hárkúla sko. Hvað er þetta? Þetta er bara svona frekar lítil, þetta er mjög petit. Já, en þetta er samt alveg skilur. Þetta er ekki stórt, þetta er bara svona smá lítil petit hárkúla. Það þú bleitir í henni, þá er hann ennþá minni. Þetta er léttast það sem ég tekið, það neyði allar spurningar. Ég tæki rassahárin. Já, frábært hér. Jú, er þetta einu sinni mánuð það? Bara fyrsta hvers mánuðar. Og það er 300 skall. 300 skall mánuð auka hóla á launni. 300 skall er að gleipa smá hár. Men þetta er utalagsferði hverju mánuði. Mér finnst það no-brainer, mér finnst neglurnar hræðilegar. Góð spurning, hvernig ætlar að ljúga svona? How you gonna lie like that? Lægið heitir Lie og er með NF. Það var rosa listamannsnafnið það. NF. Hvað meistar það? NF, ég veit ekki, það stendur bara NF, ég þekki þetta ekki. Svaðalega meistari. Já, þetta er NF með lægið Lie. Hér á FM. Við þurfum að koma eins inn á hérna vegna rosalega skitu hjá dagskrástjóra Rikka G. Já. Þá höfum við ákveðið að fresta keppninni að því að fællinans Egils, auglýsingin hans, engamáls auglýsingin, við spilum okkar ráðuneyti. Já, hún er ekki hérna. Hún er ekki hérna, það finnst ekki, þannig að við ætlum að vera með þessa keppni í næstu viku og þá ætlum við að spila okkar aftur og Egil mun, hann mun verið búið að skýrast allt með hans. Já, við getum ekki haft keppni bara sem við erum tveir. Og fólk þarf að taka þátt næstu helgi, næsta fyrsta. En talandi Egil, það er alveg merkilegt með Egil. Þér tekst að búa til bíf við alla á landinu. Þú gerir allt vitlaust, sko allir rithöfundar Íslands þólaði ekki. Þú kallaði þið virtasta rithöfund landsins. Ertu ennþá að posta einhverju skemmtuleg inn á Facebook síðu hérna rithöfundarsambandsins? Nei, ég er meðlumum bara, ég er meðlumur í. Þú hefur verið að stinga upp á alls konar skemmtuleg. Já, þú veist það er bara grúpa á Facebook sem heitir félagar í rithöfundarsambandi Íslands. Ég er félagi, ég er í rithöfundarsambandi. Og stingur ofta upp á okkur gleði, það er ekki tekið vel. Ég get vinsalt ekki aðeins inni. Ég ætla ekki að segja þessi vinsalt ekki aðeins inni. En ég er aðna. En byrju, þú spurður einhvern sem hvort þetta ekki allir að kíkja á Kolb og Austi til að hrista upp í mannskapnum og þú fegst ekki 1 like. Ég postaði hana og það hefur ekki fengið miklu undirtektir, ég verði að viðurkenna það. Ok, en er mikið postað hana, svona fyrstu spyrjunni sem rithöfund? Já, það er svolítið postað hana. Já, svona. Ertu að læka? Þeir eru frekar virkir, en ég skil svona bara 1 af hverjum 15 postum, sko. Það er yfir bara eitthvað töð, sko. Hvað þarf það að gefa út marga bækur til að komast í rithöfundarsamband? Eina eða 2? Ég heldur að gefa 2 til að komast til að ekki að sækjum og fá inngöngur sko. Já, það er svo leys. En sko ég ætlaði með 2 metsölubækur sko. Þá flýgur beintinn. Það er ekki nefnt sem þarf að samþykja þig út með 2 metsölubækur sko. En svo gerur alla DJ landsins brjálaða þegar þú kallaði þið virtasta DJ landsins. Ég veit marga DJ sem vilja drepa þig sko. Vilja meina og sért ekki alveg í DJ því að þú ert ekki sjálfur. Sko ég hef heyrt þetta bara á hellinga DJ-um. Það sem ég segja, herru, hann er ekki eins og þú veist, mixa þetta sjálfur eða neitt. Hann bara ítir á play og lyftir upp hönd. Já, þeir gigga sko fyrir 10 manns í ykkur partí, ég er með 80 manns af þjóti. Þú ert rosalega DJ. Svo er það nýjasta bífið. Sko, þú segir hérna inn á Vísi
Þar stendur orðrétt, segir Savakura ekkert annað en gott nýgriðsvindl. Nefnum að nú er ég að opna vísir og þar stendur djúsara sveldist á þig gagnrýni Egils og hann er að láta þið heyra þetta. Hann vil meina hann sé algjört kjaftaðir og þetta eru gríðalega næringamikli djúsar sem við höfum upp á bjóða sér og þetta er gríðilega næringamikli djúsar þannig að þú ert komin í enn eitt bífið. Já, sko málið er Blondale. Hvernig nennir þú? Sko, maður koma eitt punkt. Þegar ég sé að þú veist bara fólk að núti sem langar að vera í betra formi er að henda eins og að kostar þessi 3 daga kúr kostar okkur 14,5 því ég sé fólk henda 14,5 í þetta og heldur í álfurinn að gera eitthvað þá voru Gilsan perraður. Okay. Þú veist, ég meina, þú nærkast að gabba Rikka þetta sem fór í þetta alltaf og nú leidni. Rikki fór á hann djúskúr. Ég fór svo með hann í golf eftir fyrsta daginn. Hann var eldrauður í framan. Ég held líka að það hefði verið svona ímislegt sem þetta hreinsa þar, sko. En síðan er líka fólki að fara á þetta. Þetta er eitthvað mesta kjaftaði sem þú getur farið á. En hvað hefur verið fyrir því? Akkur svona móti þessu? Þetta er mjög einfalt. Selling pointið í þessu kúr er að það sé að hreinsa líkamann. Ok, nýrun og lifrin hreinsa líkamann. Ef það er að losna við eitthvað, segjum að þau eru að hella í ykkur og það er að losna við áfengi líkamannum og sjá þessi bara líffæri það, þú þarft ekki safa til þess. Þú þarft ekki, hörðu, ég þarf að losa með þetta rusl, safa núna. Men einu sem það gerir, þetta negli blóðsökurinn upp og niður og þú verður svona þreyttur og svona, já kannski þreyttur og orku mikill skiptis. Þetta er versta nýgriðsvindl sem ég á æfinni hirtum. Þetta er horse manure. Ég ætla ekki að blanda mér í þetta bíf. Þetta er nýjasta bífið þitt. Er ekki langt sem þú varst í þetta bífið? Sko, ef fólk var að gera eitthvað sem heitir bæta heilsuna, þú veist, ef þetta gerir sem bæta heilsuna, ég peppa það. 3 daga savakúr, skópla á honum. Einmáli, þetta er bara, þetta þykkir budduna hjá svindlarinn sem er með þetta. Hættu bara að borða rusl og reynda að gera þetta lífstíl. Hvað varð bara gömlu góðu dana þegar maður gæti bara fengið sér eitt Singer Tower og öllum var sama? Af hverju þarf þetta að vera svona? Ágríns, hvernig nennir fólki? Þú að selja 3 Singer Tower og 14,5 til Rikka G og vinna þess? Málið það, ef ég segi það það vita allir að Singer Tower og KFC er rusl, sko. Ég fekk mér pítsu í hátteginu. Það er ekki að selja það sem einhver KFC-kúr þannig. Mala, ég fekk mér pítsu í hátteginu og ég dýfði inn í koktelsósu og mér líður vel eftir hana. Þetta var heimatilbúin pizza hérna upp í Mötuneyti. Mér líður vel eftir hana. Þú notar alltaf teilara með heimatilbúin. Það vita það allir. Mér líður vel eftir hana. Þú veist, af hverju er fólk að fara svona mikið af hverju er leið alltaf á bömmir? Fattur þú? Vertu bara, gerðu þið bara eitthvað. Ég er með hrifin að eat clean þá gerur það bara, það þarf ekki að vera að væla. En treystu mig, 3 daga safa á kúr er ekki að breyta neinu fyrir í lífinu. Heldur að ég sé að fara að drekka ykkur safa í marga daga? Eina jákvæða sem við verðum Rikka með 3 daga safa á kúr er að hann pantaði sér ekki pítsu sem 3 dögum. Það er the positive. Ég sem þjálfari hans er sáttu með það. Það komið 3 dagar og hann pantaði ekki pítsu. Nú ert þú líka þetta frumöður landsins. Ertu ekki bara sammála einu hérna? Ég ættu bara alveg það sem þú vilt en hreyfðu þið bara smá með. Er það ekki fín lending? Nei, you can't outrun a bad diet. Svafa lína þarna og sem ég vil þessa líka. Veitu hvað var sem ég vil að senda? Þetta er bara besta setning sem þú getur heilt. Allir saman hvað æfi mikið og borða rusl og verður rusl. Það er bara þannig og með þessum orðum ætlum við að kveðja þér þetta. Ég er að spyrja ykkur, hvernig er helginni okkar drengir? Day of fun hjá mér á morgun. Já, það er ekki farið frá mér. Sástu hvað spenntur. Þannig að Day of Spennu, það eru 3 fótboltaleikir og Day of Fun hjá Agli eða Day of Fun hjá þér á morgun líka stundi? Nei, því miður, það er alls konar að gera en ég er samt jafnvel að spá ég að kíkja Bjartmar Guðlaugs, hann er að koma upp í Mosó og þegar hann kemur upp í Mosó þá verð ég að mæta. Er hann með tónleika á morgun? Hann er með tónleika á morgun en ég ætla að kíkja væntanlega á það og hérna en kvöldið er rólegt og rólegt í kvöld. Vonandi þið góða helgi, elsku. Hvað þú gerir Blondale? Það er líka Day of Fun hjá mér á morgun. Því líka veistla. Það er gaman í öllunum að steinda. Já, ég er að fara í ammali samt, ég er ekki að fara með þér í Day of Fun. Ég gæti alveg vakna og dotti í það sko, ég bara kýsa að gera það ekki. Ekki vakna og dotti í það alltaf. En eigið góða helgi, kæra hlustandi, við verðum mættir hér næsta föstudag og þá spilum við þessa keppni þar sem að Rikki G verður þá búin að finna úr þessu en bara hafið það gott og já, hvað er það ekki bara áfram Breiðablik og áfram Stjarnan, eru ekki voða dipló hérna.